Þetta voru bara lýstu tilfinningunum þegar þú sérð boltan liggja í netinu þannig í blálogin. Bara, þetta var mjög gráður og en það er samt þannig að þetta einhvern veginn stemdi í 1-1 og frammistaðan var bara þannig að maður var ótrúlega stoltur af liðinu og klála frammistaða bara til að byggja hana og halda áfram þessu orkustíði, þá er erfitt að stoppa okkur en auðvitað var þetta mark bara geggjað, mjög verðskuldað mínum mati og að hóta þessu og leika í loftinu fannst mér en bara mikil gleði auðvitað en ég er samt sagt það sama við þig, þó þetta enda 1-1, mjög stoltur af liðinu, frábær frammistaða. Maður sá þetta ekki alveg gerast þannig að þegar við komum inn í uppbótartímann og það kom 94. mínúta, maður sá þetta ekki alveg að þetta var að fara að gerast. Ég veit það ekki. Þetta kom svolítið upp úr engu. Já, maður ekki sjálft sko, mér finnst eiginlega, við komast í góða stöður í flestu sóknum raunverulega og vera mjög hættulegir og fannst einhvern veginn, við myndum ná að berja á þeim með 6 mínútur í viðbót og fannst mér alltaf líklega til að skora, þeir voru kjössalega búnir, 5 krampaðar út af og fleiri á síðustu metrunum, þannig mér fannst einhvern veginn, ég tóði alltaf trúna, en jú, markið kannski sjálft kom frábært skot í högga, en mér fannst einhvern veginn Óli og Tóbías einhvern veginn mjög líklega til að setja einhvern vinnar líka, en bara mjög sætt að sjá hann liggja hann í horninu. Alveg verið fyrirlega moment. Já, hann var nokkuð svona kallinn, þannig að maður sé þetta áður. En Jón, sem þú segir, sigurinn verðskuldaður að þínum mati? Já, svo sannarlega. Við vorum 7-8 mínútur í byrjunleiks að ná að telja þá í mannpressunni þegar Kjartan var að stíga upp úr hafsinu minna miðju en leið og við náðum tökum á því, það var sem ég einhvern veginn bara að vera með það og fengum við þetta bara, ég veit ekki hvað sem færi og hann eins af frábærum stöðum til að gera mörk og já, bara mjög verðskulda. Kom upplegg Stjörnunnar þér eitthvað óvart? Nei, þetta snýst allt að áta sem í boltan í fótunum og þá kemur auðvitað ákveðin hreyfing á það og já, sem þú ert að passa skil ekki eftir lausamannin, þeir eru mjög góður að finna hann þegar hann er en að setja langi boltar upp á stóru frammeirinn og fljótu kantmenn og við vissum það auðvitað og svo löngu yngustinn, þannig að við vorum bara klári í þetta allt saman og dílum vel við það fannst mér. Ásgeir Helgi kemur inn í liðið í dag og fara að díla við þessa stóru þungu framherja, taka svona þá ákvörðun, hvernig var hún? Nú var bara mjög öðvöld sko, Ásgeir Helgi þetta múið hjá okkur lengi, veitum hvað hann getur og bara frábær leikmaður og já, bara fullt traust til hans og stóð sér vel í dag? Stóð sér frábærlega í dag og já, það var verkefni hans og Viktors að klára þá 2, bæði þeir droppa niður á mótiboltanum og í lönguboltanum og bara hann gerði það frábærlega og þeir báðir. Óli var að spila á móti gömlu félaginu mynda, hann var stórhættulegur. Já, þetta er ótrúlegt að hann er farið gegn þessa 90 mínútur hans að skora eða gefa stóðsendingu en hann var auðvitað mjög ógnandi og mér fáið sér ráða við hann 1-1 og kom sér í frábæra stöður og það hefur verið mjög sætt að sjá skotið hans sem fór í innan á stöngina syngi netinu og hann hefur svo sannlega átt að skilja en hann er búinn að vera algjörlega frábær fyrir okkur og var það í dag eins og í öllum leikjum sem við spila nánast og bara reynst okkur bara stórkostlegur. Með alvöru kanur á bekknum í dag, þú veist, Aron, Viktor, Anton Logi, er erfitt að skilja það sem hann eftir á bekknum í svona leik? Ég hef sagt það áður og við talaðum það í klefanum og farið yfir það að upplegg okkar teymisins er það að vera með lið sem er ekki 10 útileikmenn sem eru byrjunarmenn og hinn eru varamenn. Ég hef ekki trú á því og ég hef ekki trú á því að þeir sem eru ekki að byrja spila bara þegar þeir eru meiddir eða í banni, við þurfum að rótera. Og við höfum verið að gera það hingað til og þetta er bara hluti af því og þá bæði ertu með frískari fætur í hverjum leik og svona in the long run og samanskapið, ekki bara í þessum leik, við höfum haft bara mjög sterka menn á bekknum og já, það er þetta, og ekki bara þessir, við höfum bara mjög blöðan bekk og marga leikmenn sem getur komið inn og marga leikmenn sem hafa komið inn og skipt sköpum og sama í fjölnisleiknum síðastur, 2-0 yfir, setjum gerum skiptingar og varamenn koma og skilja 3 mörkum, þannig að þetta er sem við þurfum til, þetta er sem við leggjum upp með og við trúum að muni þeir upp í staði hjálpa okkur. Var Anton Logi, hann er ónundað varmar, hann er eitthvað tæpur eða? Já, aðeins tæpur og hann var í hóp í dag og klári næsta leik en það var ekki þörf á að nota hann í dag þannig að það bara, já, ég kýr bara að hann er klári í næsta leik. En svona, þessi sigur tímabilið er ungt, en myndir þú taka undir að þessi sigur hafi verið rosalega mikilvægur? Ég get til ekki horft á þannig, það
Það eru búin 3 leikir, það eru 24 eftir í deildinni, það eru bikarleikir eftir, það er Evrópa og við ætlum einhvern veginn að kafa djúpt og vera með sterkar tilfinningar þegar við töpum leikjum eða vinnum á síðustu mínútu og gerum mikið úr því. Ég held að sé hættulegt, þannig að það er slegið svar og það er það frammistaðan, heildarframmistaðan í leiknum sem að skilgreinir okkar leik. Þannig að markið var risastór bónus og plús og frábært að 3 stig en frammistaðan var frábær og það er það sem við tökum út úr þessu. Þetta var sætt. Mjög sætt að sjálfsögðu. Takk fyrir að Dóra gangi vel. Takk.